Sýna góða æfingu fyrir fólk sem með bakvandamál, sérstaklega á brjósklos eða útbungun á brjóski í hryggjarliðunum, í mjóbæki, L3, L4, L5, L5, S1 og þessu hryggjarliðum og allir hryggjarliðum. Þetta hjálpar að þrýsta útbungunni inn og þetta hefur hjálpað mér í mínu bakvandamálum. Mér allan að líður betur að því, en þetta eitthvað sem ég þarf að lifa með og þá þarf maður að reyna að passa sig eins og maður getur. Þetta heitir McKenzie aðferðin og snillingurinn, osteopatinn, Halli Mack kenndi mér þetta. Það sem ég geri hérna er að ég leggst á bakið, lykilatriði hérna, ég verð að vera lamaður í skrokknum frá brjóstkassa og niður. Það má ekki spenna neitt vöðva. Ef þið fara að yfirspenna ykkur upp, þá fáið þið verki í bakið ef þið eru með bakvandamál. Þannig að það sem ég geri, ég fer í svona hálfgerða armbeiðastöðu og eina sem ég get nota það eru hendurna til þess að þrýsta mér upp. Annars er ég algjörlega lamaður alveg niður í tær. Mjög mikilvægt. Þannig að það sem ég geri, að ég dreg inn andann á leiðinu upp. 1, 2, 3 og niður. Sér hérna frá, alveg lamaður, þá þrýst ég mig, nota ég bara hendurnar, dregin andan, 1, 2, 3, niður. Mér finnst persónulega mjög óþægilegt að fetta mig og ef ég myndi gera þetta standandi, þá myndi ég fá mikla taugaverki niður í tær. En ef ég ger þetta svona liggjandi og reyna að vera alveg afslappaður og hálf lamaður, þá virkar þetta bara mjög vel og þetta hefur hjálpað mér líður betur fyrir ykkur sem eru með bakvandamál. Og þá er það aðalega útbungun á hryggjarlið, á brjóski, jafnvel leki eða sprunga á brjóski þar sem er búið að leka út gelið. Þá er þetta þykir þetta góð æfing til þess að fá gelið inn í brjóskið og koma brjóstinu á rétta stað.